Jæja, herri, þá hefst aðalfjörið. Það er að byrja á því að heilda og segjum að við erum með okkar x í öðru og ég ætla að taka þetta og diffra það og ef ég diffra x í öðru og þá fæ ég 2x. Nei, úps, þetta átti ekki að gerast. Þannig að þá er komin 2x. Ef að ég myndi síðan taka þetta 2x og heilda það, þá er ég að fara í þess átt. Þannig sjá að diffra og heilda er andstæður. Við erum að fara í sikkur áttina. Þannig að þegar maður er að diffra, þá er maður með alls konar reglur og maður þarf að nýta þessar reglur til að gera heildunar, þess að diffra í öfuga átt. Þannig að tökum við nokkuð dæmi hvernig við heildum. Þannig að ef við erum með f af x, við erum með 2x, við ætlum að heilda, þá fáum við eitthvað sem heitir stóra f af x. Þá er að heilda. Þannig að þegar ég ætla að koma með svari á þennan stað, þá þarf ég að hugsa það að þetta svar sem er í þessum hring það þarf að vera þannig að ef ég diffra það, þá þarf ég að fá þetta Þannig að hvað þarf ég að hafa til þess að ef ég diffra þá fæ ég 2x. Það er x í öðru. Nú, þetta kemur með tímanum að sjá svona út svarið, bara eftir sem maður diffra oftar og oftar. Ef ég eins og með prófa x í fjórða. Prófum x í fjórða, heildum það. Ok, þess að ég veit að er ég með x og er ég með x í fimmta. Og af hverju er ég með x í fimmta? Jú, því þegar ég tek þetta og ætla að diffra það yfir, að þá veit ég að þetta er veldi að það á að lækka 1. Þannig að það verður 4. Ok, þannig að veldi mitt er rétt x í fimmta, það er rétt. En hvað gerist? Það sem þarf að gera er að prófa þessi áfram. Ég ætla að hafa til hliðar, skrifa prófa diffra f af x. Ok, ég ætla að taka þetta x í fimmta og ég ætla að diffra það. Þá fæ ég 5x í fjórða. En þetta er ekki það sem ég vildi fá. Ég vildi fá x í fjórða. Ég vil ekki fá eitthvað 5. Þessi 5 á ekkert að vera Þannig að sem ég þarf að gera, ég þarf að bakka ég ætla að undo og ég ætla að taka mitt heildi og ég ætla að segja, ég ætla að hafa fyrir framan 1,50. Ok, þannig að nú held ég að þetta sé rétta svarið mitt. Og ein leið til þess að athuga það er bara að fara fara til hliðar og ég ætla að prófa að diffra þetta. Diffra 1 deilt með 5 sinnum x í fimmta, sjá hvað ég fæ. Ok, ég ætla að diffra þetta. Ok, er 1,50, hann fylgir bara. Síðan kemur veldið, það er 5. Það kemur fyrir framann, þetta verður x í fjórða. Og þess að sjá það sem gerist er ég með 5 upp á striki og er ég með 5 niður á striki. Og þetta kanslar hvort það út, það styttist út. Og eftir verður bara x í fjórða. Og það er nákvæmlega það sem ég var að stefna að allan tíman. Það var x í fjórða. Og þá er ég komið svarið mitt. Ok. Hvað meira? Ég var að taka ég var heilda kosinus x. Það verður þá sinus x
af því að ef ég diffra sínus af x þá fæ ég kosinus af x. Þannig þetta er það sama. Prófum að diffra hérna cos 2x. Ok, nú er þetta aðeins flóknara. Ég veit að svarið mitt er á forminu sinus 2x. Ég veit þetta er í rétt áttina. Þetta er ekki rétt svar, en þetta er í rétt áttina. Ok, þannig að ég er alveg að giska núna. Og maður gerir það rosa mikið með heildum. Maður giskar áfram, eða giskar, og sem prófa maður lausnina og maður gerir svona lagfæringar. Þannig að maður er mjög mikið að giska og prófa samfram. Þannig ég ætla að giska að þetta sé svarið mitt. Þannig ég fer inn til hliðar og ég ætla að prófa lausnina. Ég ætla að prófa að diffra þetta hérna. Ok. Þannig að þegar ég diffra sinus af 2x, hvað verður? Ég diffra sin, ég fæ cos, það sem er inn í sveganum er á sínum stað, og síðan diffra ég það sem er inn í sveganum, þannig að það kemur 2 hérna fyrir framan, eða aftan. Ok, nú ætlum ég að bera saman það sem ég átti upphaflega hilda við það sem ég fæ út. Og ég sé að þetta er ekki alveg það sama. Hérna er ég að fá hana tvist. En það er engin tvistur. Það er engin tvistur hérna. Ok, þannig að ég þarf að bakka henni tilbaka. Og ég ætla að taka hérna þessa mína ákvörskun og ég ætla að bæta hérna fyrir framann hálfur. Munið þegar komin að birtist hann tvistur. Ég vil ekki fá hann tvist, ég vil hann hverfi. Þess vegna ætla ég að margfalda hérna með hálfum. Og nú ætla ég að endurtaka ferlið mitt. Ég ætla að prófa að diffrita hérna og sjá hvað ég fæ út. Þannig að hálfur verður hérna á sínum stað. Síðan diffra ég sinus. Það verður kosinus. Það sem er inn í sveganum er óbreytt. Síðan diffra ég það sem er í sveganum og það verður 2. Og þá sjáum hvað gerist hérna. Hérna er ég með 2 undirstriki, 2 ofanstrik. Það styttist út. Og þá loksins er ég komið með það sama og ég vildi fá. Þannig að svarið verður þetta hérna. Athuga, það sem er í miðjunni hérna, þetta er svarið okkar. Það sem ég er að gera hérna hægra megin er að ég er bara að athuga. Ég er bara að athuga hvort að svarið sé rétt. Það er ekki nauðsynlegt skref að taka það. En ef maður er ekki sure, þá getur maður alltaf double checka sig af og prófa sig áfram. Maður getur gert það. En herðu, ég er að gleyma einu. Og þetta er eitthvað sem þið eftir að gleyma mjög oft. Þannig að það er ekki skrítið að ég sé að gleyma því. En ef við bökkum aðeins hérna tilbaka, ég hefði þurft að lækka sjálf mig í einhvern. Sem að segjum að hérna verið með 2x. Og ég segi f af x er saman sem x í öðru. Og þetta er alveg hluta rétt. En segjum að við séum með svona fall. X í öðru pluss 3. Ok, ég ætla að diffra þetta. Ef við diffra þetta þá er það f stóra diffrað. Og ef ég diffra þetta hérna, þá verður þetta 2x. Og hvað gerist með þristinn? Muni, ef maður diffrar staka tölu, þá verður það bara 0. Þannig ég er að fá út hérna 2x sem stemmir við það sem ég vildi fá upphaflega. Það er að segja að þetta hérna, þetta er svar. Þetta er gott og gilt svar. En þá er það örugglega að spyrja ykkur núna að byrja af hverju pluss 3. Af hverju get ég ekki bara alveg eins gert hérna, gæti ég ekki alveg eins haft hérna pluss 7. Og það er rétt, það skiptir ekki máli hvort ég sé með 7 þarna. Æ, ég næði ekki stróka út. Frábært. Jú, ég náði stróka út. Það skiptir ekki máli hvaða tala kemur hana.
af því að þegar þú differens taka tölu þá hverfur hún. Þannig að það sem við segjum hérna er að við ætlum að gera plus k hérna. Þetta verður svarið. Það sem k er einhver tala. Má vera 3, má vera 7, 20, 100, mínus 20, mínus 100, skiptir ekki máli. Þannig að svarið okkar verður oft á þessu formi. Það verður eitthvað x í öðru, sínus, kósinus eða eitthvað slíkt og sem kemur þetta hérna plus þetta k sem það sem k getur verið einhver tala. Herru, ég held að þetta sé komið gott á þessum skammti í bili.